Gleðilegan föstudag og velkomin í Flæðiskerið, þar sem við hendum hlutunum í sjóin og sjáum hvort þeir sökkvi eða syndi. Við erum hérna með ykkur Rökkvi og Jói og við munum fá góðan gest seinni í þættinum, Hjálmar Jóhannsson. Já, Hjálmar Örn Jóhannsson. Já. Hann mikill grínari, hann með Snapchatið Hjálmar Örn 110 fyrir þá sem eru áhugasamir og bara svo ég auglýsi það strax. Fólk kunum bara gaman að þessu, en það var ýmislegt sem gerðist í vikunni. Já. Misgáfulegt, Já. má segja. Og kannski svo ég nefni það bara hér, bara svo við byrjum á því. Já. Það þessi ferðamaður sem viltist. Það var svolítið gott. Fylgdist eitthvað með þessu? Já, ég sá þetta, hann var búinn að stilla inn á Laugarveg Já. á GPS-tækinu sínu og keyrði á Siglufjörð. Já. Ég fór að velta fyrir mig hvað gerst þegar hann farið, stilt Þórshöfn. Hvort hann hefði farið til Færi? Hann bara, ég á farið á flugvöll og svo, já. Já, ég held að þetta sé Asperger maður vikunar. Bara, það stendur á GPS-tækinu mínu, þetta sé þarna. Já. Ég ætla að keyra í 5 klukkutíma af því það stendur á GPS-tækinu mínu. Já. Fór hann ekki síðan líkin á stjórnarfund Bláa Lónsins? Jú, hann ætlaði sko að fara í Bláa Lónið Já. og enda í Grindavík inn á einhverjum fundi þar sem að stjórn Bláa Lónsins var að funda þetta skrifstofuhúsnæði Bláa Lónsins og hann fór þangað. Þetta skrifstofuhúsnæði, en mér sama, það stendur á GPS-tækinu mínu að þetta sé Bláa Lónsins. Þetta er klárlega Asperger sko. Eða þjóðveri, eða bæði. Ég sé fyrir mér, hann hefur kannski séð snaga þarna þegar hann kom inn í fundarhúsnæði sko. Já. Og farið svo inn á fundin. Það hefur stíð inn á stjórnarfund á sprellanum bara. Kann ég sé baden? Já, þetta er örugglega þjóðveri eða svíi eða einhverjum maður eða allt. Þessi dásamlegi maður hann hefur vist ekki fengið frið fyrir bæði íslenskum og erlendum fjölmiðlum. Það er vist bara ekki búið að stoppa sími hjá hann og síðan hann ruglaðist á þessu. Ég segi að þessi maður syndi. Já, ég held það líka. Hann stendur við sitt. Hann hefur sínar leiðbendingar. Já, hann hefur markmið og hann fylgir markmiðu sínum. Til þess ítra þetta. En annar maður sem að syndir ekki alveg vel og vægt að flegi í sjóin og sökkum hafsbót, það er svo kallað Rús V sem ætlaði að koma hérna til Ísland. Já, hann ætlaði að halda... Nei, hann þorði ekki eins og að koma til Ísland. Já, hann ætlaði að hópa saman stuðningsmönnum sínum hérna. Já, það var sem sagt, hann ætlaði að koma hérna, hætti við það einhvern veginn og ætlaði þá frekar að hópa saman stuðningsmönnum, svo hætti það líka. Já. Því hann sagðist ekki geta tryggt öryggi stuðningsmanna. En fyrir þá sem þekki ekki þennan mann, þá er þetta maður sem skrifar bækur hvernig að komast yfir konur. Án þeirra samþykkis. Með eða án, já. Og hann hefur skrifað alls konar vitleysu eins og að nauðgun ætti að vera lögleg ef hún er bara á einkaeign. Já, einmitt. En er það spurning, væri þú þá að eiga eignin eða er það bara einhverja einkaeign? Ég veit það ekki. Svo þegar var hótað að drepa nógu oft, þá sagði hann sko, þetta var háð, ekki drepa mig. Já. Svo heldur hann fyrirlestur sko hvernig kallmennskan sé að drukna einhverjum feministum sem sé reyna að kæfa hana og eitthvað og hvernig það verður alfamil og eitthvað svona. Og svo sá ég vídeo þar sem einhverju feministar kom að skvetta á hann bjór og hendi hann einhverju köku og hann fyrir halva að grenja bara ofbeldi ég er að reyna að sína hvað er að vera alveg kallmaður hérna og að skvetta mig bjór ofbeldi. Já, ég held að svona óbóðslegu kallmaður myndi nú taka því að kallmennsku þú er hent bjórin til hans eða köku. Já, nákvæmlega, minnir svolítið á Gísla Súrsson manstu. Ég hef bara drukki bjórin og fengið mig bita kökunni. Já, nákvæmlega. Það er miklu gáleira. Þetta er nú meiri vælustjóðan sko, svo var nú einhver frétt núna sem ég veit ekki hvort er sann eða uppspunnin að hann búi í kjallan hjá mömmu sinni. Það kemur ekkert á óvart. Nei, það kemur ekki á óvart. Þetta er einmitt svona maður sem að býr í kjallan hjá mömmu sinni. Þetta er svona eins og mennindir með hennar plastpókan og tannburstan. Já. Hann er svolítið þannig gæi. Já. Þessi gæjar sem fara á milli kvenna með svona plastpóka og er svona tannburstan í henni hendinni. Hann bjó nú einhvern veginn í Pólandi þessi guður og var að tala um eitthvað að það væru konur, alveg konur eitthvað svona. Ég held að máli sé bara að Pólandi er svolítið fátækarland. Já. Þannig að þá á hann svolítið meiri pening í Pólandi. Jú, það er kannski svona hans helstu líkur á að ná yfir einhverja konu sko, að eiga meiri pening en hún. Já, geti við. Ég svona myndi veðja á það með hvað hann er mikið drullusokkur sem á ekki. Þetta er náttúrulega ótrúlegt og það sem ég það snáðilega fyndnast við þetta allt saman. Og þetta sé náttúrulega ekki fyndið umræðið þannig en það var það sko fólk, já við ætlum að mótmæla honum. En ég meina, hann var búinn að lýsa hérna í sko skrifuðu máli
mögulegu broti sem að framdi hérna á Íslandi Já. og í stað þess að sko byggjum og benda á það að maðurinn hefði hugsalega brotið að svo láta handakann, nei, það var að fara að mótmæla. En mér finnst það best að það voru miklu fleiri í nokktíma sem ætlaði að mótmæla fundinum hans, heldur sem ætlaði nokktíma að mæta á fund. Já, svo það. Hver nennir að mæta á hann fund til að sína stuðning sín við hann sem að þorri ekki eins og mæta sjálfur. Já, svo bara ég er svo mikil kallmaður að við þurfum að standa upp hérna, þannig að þið hérna nördar sem að dýrki mig, nenni þið að mæta þarna, ég þori ekki að koma, en hérna. Já, svo var þetta þannig sko að hetjuskapurinn var nú ekki meira svo að þeir sem áttu að mæta á fundin áttu að labba næsta mann að spyrja, heyrðu, veistu nokkuð gælutir að búð og hérna ef að viðkomandi fundurinn þarna sko en ef að viðkomandi fór að sína viðkomandi hvað gælutir að búð væri að þá var döglislega ekki einn af þeim sem var að sækja fundin. Einmitt. Þannig að þetta má ég segja að það hafi farið í hund og kött. Gáfulegt plan hjá honum. En já, hann viðurkenndi upp á sig að hafa haft kynlíf við konu sem var full til að veita samþykki sitt. Já, hann viðurkenndi það bara. Svo ég sá þegar hann var pressaður þetta eitthvað, þá sagði hann já, við vorum undir búin að sofa saman áður og eitthvað svona. En þá var stóra spurningin. Hvernig maður nennir að sofa hjá konu sem full til að vita sko, hvað hún er? Já, einmitt. Hversu spennandi er það? Já. Segðu. Bara eitthvað svona, já, þá veit hún allavega ekki að það er ég, þú veist, þannig að þá kannski Já, veit ekki hvað hann að gera heldur. Já, þetta er afskaplega aumleg aðferð. Já, það kannski lýsir ekki miklu sjálfstrausti, sko, ég vil helst sofa hjá konum þegar vita bara ekki að ég er hérna. Já, einmitt. Það er langt best þannig bara. Já, ég get heldur ekki búið hindi mín, þá sé ég í kjallaranum heima mömmu minni. Já, mamma geti fara að banka hérna í þakið ef það er mikil hávaði í mér eða eitthvað. En ég veit af hverju hann hætti við. Það var ekki að því að hann var eitthvað smeykur við þetta. Það er að mamma spanna hann frá. Já, mamma hefur skammað hann. Já, séð þetta í blöðan byrði, hvað ertu að gera, drengur? Þetta gengur ekki svona. Já, ég trúi því, mamma mín hefur verið beðin að skamma mig. Já. Það er einhvern tímann kom hún er hérna sérkennar í grunnskóla og það kom einhvern tímann einhver lítill strákur að henni og áttu strák sem að bjóð til lag á YouTube sem heitir kartöflugeymslulagi sem er dónulegt. Já, því miður, sagði hún. Já. Ertu búinn að skamma hann? Já, ég er búinn að skamma hann en hann er fullorðinn maður og hann ræður því miður hvað hann gerir. Já. Ég er nefnilega býð hjá mömmu minni þannig ég þurfti ekki að taka kartöflugeymslulagið af YouTube. Já. Þannig að ég er skrifa undan rúsví. En þetta er líka kannski spurningum að setja það 18+. Já. Það er kannski málið. Rökkvi, glindir í. Byrjað þú nú líka að skamma mig. Nei. En hérna, Hjálmar, hvað finnst þér hennan? Góðan daginn, strákar. Já, góðan daginn. Ríka lánar að vera það. Ekki? Jú, velkomin. Gaman að sjá þig. Ég reynda sko, ég tók ákvörðun. Ég ákvað að lesa engar fréttur hann, ekki smetla hann inn að frétt. Nei. Þannig ég las bara fyrirsagnar, þannig ég ætla ekki að gefa honum athyglunar. Og hvað mynd færðu af honum bara fyrirsagnar? Þetta er bara einhver rugglut allir, sko. Ég nenni ekki að taka einu svona þátt í þessari vitleysu, sko. En ef við hættum að tala þennan vitleysu, við erum alveg búin út og honum náðu mikið og hann er sokkin nýr á hafsbát og það mun, hérna... Þú hlýtur að hafa smelt á fréttunum ferðalanginn. Ég reyndar ekki ég gerði það ekki, en ég las fyrirsögnuna. Ég er mjög mikið að lesa fyrirsagnir, fyrir svo beint sleppi fréttinni og fyrir beint niður í kommentakerfin og þá er eiginlega búin að ná svona basically hvað þetta fjallar eða búin að láta afveleiða alveg helling en hérna en bara þessi hugmynd, ef við hættum að tala með hennar rúsvíðan að vitleysing, hann á að kenna mönnum svona að pick up konur og ná sér í konur eitthvað svona, ef við hættum að tala með hann og tala þetta almennt að halda bara ef þú ert einhver feiminn strákur sem átt með konur, að þú getur farið og látið eitthvað drullusokk eða hvað talandum ekki að lesa einhverja bók eða lesa einhverja netbók einhverja línur sem átt að segja eða hvernig þú átt að fara upp að konu eða sneiða fram hjá ljótu konun og að fallegu konu og halda að þú munir eitthvað skor út á þetta. Það er sorglegt. Það er mjög sorglegt. Og það er sorglegt að mennskur sóa peningum sínum í þessa vitleysu. Þetta er náttúrulega bara business, algjör business sko. Og það er að selja fólki það, þú veist, það er alls konar aðferðir í þessu, ég sé þetta sko og það er alls konar aðferðir og þetta dissa, rósa, þetta er alls konar svona, þetta er svona eitthvað sálfræði kjaftaði sko, en þetta er náttúrulega bara, þú veist, þetta er ekkert að ganga upp sko, þess að ég þekki í kringum mig þá verður þetta ekkert verið að ganga sko, ég þekki nokkra sem hafa reynt þetta. Nei, en ég meina málið er líka að þetta er svolítið eins og ef maður líkir þessu við kraftliftingar. Ég geti lært, jafnvel þó að tæknin sé kannski rétt, þegar það er að benda þér á, þú veist, ef þú ert þessar aðstæður þá getur þú gert þetta til þess að sleppa því að tala við einhvern sem að þér finnst leiðilegur, þú vilt frekar tala við sætustelpun eitthvað svona, það geta jafnvel alveg verið eitthvað svona trikk sem að virka þannig séð. En málið er samt, þetta er svolítið eins og ég ætla að læra kraftliftingar
og ég fyrir að læri alla tækna alveg 100% rétt, þá get ég samt ekki tekið 400 kíló í réttstöðu af því ég hef ekki vöðvamassan í það, skilur þannig að, þú veist, ef þú lærir öll eitthvað svona trikk sem þú noti í einhverjum ákveðnum aðstæðum þá vantar þetta samt, þú þarft samt að hafa einhvern sjarma. Þetta alveg rétt hjá þú þarft að vera eitthvað áhugaverður þú getur ekki bara lært einhver trikk og svo ætlar að pikka upp einhver konu hvað þú svo að segja við hana? Mér hefur aldrei gengið neitt að pikka upp neina konur, það er nú bara þannig sko þetta bara þegar ég var single ég fór 90% bara einn heim, það var bara þannig 90% er betri en ég maður ég sá reyndar að þetta hefur nú borið einhvern árangu hjá þér það var þarna kona í bakgrunni hjá þér daginn já, ég er reyndar á kæristu pikkaði hún þig ekki bara? Jú, nákvæmlega ég held að það sé skeggið já, það er skeggið, skallin í svona vitsmjöluna í menn sem eru með skalla sko nákvæmlega og svo skeggið svona eitthvað í því sko já, það er eitthvað þannig ég bjó bara til ákveðna ímynd hún virkaði er það ekki hvað sem er yfirleitt kona sem að velja? Jú, við erum eiginlega bara svona svo ef það klikkar sko, þá bara tekur einn vegan hans á þetta já, vegan hans, þú kannastu hann? Já, ég kannast hann er á snappinu á mér hvað gerir vegan hans? Vegan hans er mikill meistari sko, hann er hann sem sagt, tekur alltaf fyrir, hann er jóla hans jólin og þá var hann all in í jólunum svo vegan hans í janúar og þá var hann all in í vegan og hann borðaði ekki neitt, hann drakk bara vatn eða borðaði bara vatn, tannkrem og það var basically it en þið eru á snappinu á mér já, allavega ég er ekki á snappinu sko en ég þekki eitt svona vegangur og af því að ég er svo svona bitur sjatinfröyti náungi ég veit að þetta er það rétta að gera, að vera vegan af því að þetta skemmir rosalega plánun okkar að vera að rækta kýr til þess að geta og láta þær borða gras fyrir að rækta korn fyrir menn við eigum öll að vera vegan en ég var svo bitur að hann væri vegan og það lendi svona að gera rétta hlutin meðan ég er að gera það ranga að geta kjöt ég var svo bitur að ég þurfti að poti hann og hann á hund og ég bara, ekki getur hundurinn verið vegan og þá var hann bara, nei, reyndar ekki en hann er svona vegetarian, hann fær egg og svona en hann er samt svona semi-grænmynd þetta ég bara, og svo þú veist ég bara, ég þarf að ná honum svo postaði hann svona górilu, eitthvað að gera eitthvað og var að segja eitthvað svona með það fólk segir að þú getur ekki verið sterkur með kraft eða úr vegan en sjáðu þið, sterkasta dýr í heimi það er vegan, górilan og ég var svona, Wikipedia, YouTube fann vídeo af górilu að borða maura og bara þarna náði ég þér þú traut sig sko, þetta er alveg, við stela þetta er mjög gott sko, ná mönnum svona þarna hann situr fólk bara ég ætla að býða þegar ég ná hann þetta er, fyrir ekki en veit ekki þú ert gesturinn, þú maður tala nei, ég ætla bara að segja að þetta er svona bara vegan fólk að fer all in það er all in í þessu, það er ekkert eitthvað að feika það er ekkert eitthvað aðeins að fá sín svo maður fer í megrun maður fer í megrun, maður fer samt ekkert í megrun þess að maður fæ sér aðeins á kvöldin og svona sko en þau eru all in, það er ekkert eitthvað kjöt helgar á nonnabitta eða eitthvað svoleiðis sko, það er ekkert svoleiðis einhvers staðar heyrði þá kenningu að menn hefðu hætta að geta þegar þeir voru appar þá hættu þeir að geta jurtir og tré og gremmeti og gras vegna þess að það fór svo mikið orka í það og þess vegna ákveður að láta einhverja aðra að borða og melta grasið þeir hafa ekki hætti bara minka það sko og svo ákveður það sko að það væri enn betra að þau myndu elda kjötið af dýrinu vegna þess að þá væri ennþá minni orka í að melta matinn fæðukeðjan er svolítið eins og fæðukeðjan á atvinnumarkaðinu að það er auðvitað að láta einhvern annan vinna fyrir þig og fá allan ágóðan veit hvað ég er að gera núna? Nú er ég 5-2 kúrin, það er alveg magnað sko. Þá fasta ég 2 daga vikunar borða það bara eins og brjálaðingur 5 daga vikunar já, ég sá þetta og þetta er bara það besta sem ég veit en ég hef aldrei nefnt þessari megrun all in sko. en að þér fasta mánundi að vita það á þriðjudegi, ég með borða það sem ég vil bara geðvægt ég get ekki sko skýra hugsun ef ég þurft að fasti sko þetta er ekki föstun alveg bara hardcore föstun þetta eru 600 kalorir, ég mæli með þessu sko. þetta er gourmet sko. Þú varst með einhver öskritana líka Já, með 2 egg í hádeginu og 4 sveppi það er bara nóg fullt hús matar Rökkvi, þú þarft ekki Rökkvi, hann er nömd eins og ég segi, með eins og að vera vegan það er nógu ömurlega lítið að borða á Íslandi nú þegar, þannig að það þarf svolítið mikið vilja að vera vegan kannski ef þú býr í Berlín eða Montreal tala ekki um New York eða Chicago eða eitthvað svona að hérna, eins og konan mín hún er frá Þýskaland og gerir svona skopmynd það sem að stóð, það var svona hilla í bónus einhverja labba og stóð sko, þú veist, það var svona cornflakesrekki og svo stóð svona 1 kilometri píla seriós þú veist, þetta er úrvalið á Íslandi að hérna, ef maður mætti ekki borða kjöt og egg og eitthvað svona ég get það ekki sko. borða sama bónusgrænmetið bara
En svo svo er líka rándýrt. Vegan fæði bara rándýrt sko. Já, nákvæmlega. Ég keypti 2 steikur núna, þess að ég pakka saman, og 170 grömm, kostaði 900 kall. Já, þú veist, vegan steikur. Ég bara langar að prófa þetta bara, sjá hvað þetta er sko. Þannig að sko þegar þú ert búin að vera hálfa mánuð vegan, það átti ekkert pening til að kaupa meir í matinn. Þess vegna virkar þetta. Þess vegna er þetta svona góð meir. Það er akkurat málið. Það er bara, þú veist, þetta er svona besta aðferðin til að hætta að reykja, þá taka það hendurnar. Já, einmitt. Getur ekki reykt. Já, einmitt. Það er bara þannig. Þannig að það er til ýmsar aðferðir, en þú segir þessi kúr, hann virki. Já, mér finnst hann alveg frábær, sko. Vitandi það bara mánudegi, þá ég bara að svelta, bara glórhungraður og eitthvað, og svo veit ég bara á þriðjudegi, þá mun ég borða. Svo fasta ég aftur á miðvikudegi og veit ég það á fimmtudegi ég mun borða. Svo kemur bara gourmet, svo bara 5., 1., laugardagur og sunnudagur. Kallin er bara í steikum og frönskum og allt, sko. Samt að meðrast. Það kannski að finna út nýja meðferð fyrir alkoholistana. Já, drekka bara mánuði 30 mínútur 50. En það er eitt sem að svona oft svona einhver töfra kúrar sem ég að megra þig eða sameiginlegt með því eins og svona að læra að vera pick-up-artist. Það er oft einhver svona ógeðslega einfaldar lausnir. Það er alltaf sko raunveruleg lausnin blasir við sko. Borðaðu minna af kaloríum, minna af sykri til að minnka insulínið og hreyfðu þig. En það er alltaf eitthvað svona, nei, þú gerir bara þetta og þetta. Ég er maður quick-fixana sko. Mér langar í quick-fix. Þú veist, mér langar þetta virki. Og ég er að vona að þetta virki. En þetta er eins með þú veist, þetta farðu bara eitthvað námskeið og lærðu hvernig þú tala við konur. Einmitt. Það er smá svona leyndarmál sem ég ætla að segja ykkur hérna. Konur og menn eru bara ekkit eitthvað að gera ólíkt sko. Ef að kallmönnum finnst þú leiðilegur, þá finnst konum þú líka leiðilegur líklega. Þannig að verð ekki leiðilegur. Lærðu að vera ekki leiðilegur. Þetta er mjög, mjög gott hjá Rökkvi. Þá kannski nennir kona að tala. Þetta er mögulega bestu ráð sem ég fengi hérna. Já, nákvæmlega. Þetta er hérna leystu heimsins vandamál á 5 mínútum með Rökkva. Borðaðu minn og hreyfðu þig til þess að meðrast. Þetta er hlaðborð bara sem þú ætlar að leggja fyrir okkur. Skemmtilegur til þess að fólk nenni þér. Akkurat. Líka konur. Já, þetta er mjög gott sko. Já, þetta er svona. En þú er náttúrulega verið í þessu Snapchati. Hvað er það múin að lengi í þessu? Ég er búin að vera á Snapchat síðan 2013 og ég byrjaði bara, byrja allir í einhverju, þú veist, bara svona, með einhverju vitleysu bara. Sér fór þetta bara að þróast í það. Ég fór alltaf að fá fleiri fylgjendur og ég er búin að vera með karaktera svolítið út í gegn og svo hafa þeir bara stækkað og ég í dag er ég komið 2000 á Snapchat sem er mjög öflugt, bara eins og núna hérna. Ég er að taka snapp hérna utan á ykkur og eitthvað hérna. Og það er bara eftir svona cirka 15-16 klukkstundi þá verða 2000 manns búin að sjá það. Og það er svolítið magnaða miðil sko. Er þetta það sem koma skal? Ég veit það ekki, þetta er alltaf eins og þá er þetta, svo kemur eitthvað nýtt app eða gerist eitthvað annað sko. Já, það er oft þannig. Það er mjög oft þannig sko. Eins og MySpace var allt málið sko, og svo það bara Facebook draf það sko. Já, þú veist, þá bara tekum maður þátt í því þegar það kemur sko. Ég hef svo vonda reynslu af Snapchat, ég vil ekki fara á það aftur. Hvað er það? Af því. Hann setti óvart einhverja mynd á story sem átti ekki að fara á það. Nei, ég setti ekki mynd af skaufanum að mér á Snapchat eða neitt svoleiðis. Ég er ekki í þeim. Ég er ekki í Rússvík. Þú ert ekki mikið að taka myndir af tippinu þar? Nei, ég hef aldrei gert það. Ég láti ekki svona. Þú ert ekki einu sinni mynd af tippinu þar, eða ekki? Nei, come on, allir gert það. Ég hef mælt það eins og allir hafa gert og orðið fyrir vonbrigðum. En eins og margir aðrir. En máli var að gamla daga, þá var Aktu Taktu sponsorinn fyrir uppstand.is sem ég á orði og þeir fengum ekkert til að vera með á Snapchat og hann bara nennir að koma og gera eitthvað fyndið og svona, ég skildi ekki alveg hvað hann var að segja, ég bara auglýsa eitthvað uppistand sem að Aktu Taktu var þá að gefa með á og þá vildi hann ég léki Borat sem þú gerir mjög vel. Takk fyrir það, en ég lék samt Borat og ég vissi alveg bara, ok, ég skal gera þetta af því að þú veist, þeir eru að gefa mér að borða og ég, þú veist, er alltaf svolítið veikur fyrir þeim sem gefa mér að borða einu sinni var það mamma mín og þá þurfti ég að hlýða henni og þú veist, núna er það konan mín og þá þurfti ég að hlýða henni og einu sinni var Aktu Taktu og þurfti svolítið að hlýða þeim þannig ég leik Borat þarna, skilur, og ég er með eitthvað yfir að skegg og þeim var staðislegt en ég veit síðan bara Varstu í skýlunni? Nei, ég var ekki í skýlunni en svona veit ég bara, nú rignir í mig djöfull er hann ófremlegur, getur hann ekki búið til sin einn karakter, ég vissi bara þetta myndi gerast og svo alltaf gerist það og ég bara og svo allir að tala mér frí út og já, þú varst nú að leika Borat getur við talað um eitthvað annað og svo var ég að rífast á Facebook daginn, eitthvað að vera hrósa Latta sko, dagur íslenska grínsins ætti að vera dagur Latta, ég sagði bara nei, af því að þú veist mikið að grínast Latta er stóli grín frá útlöndum sem hann þýddi og eitthvað svona og þá verður náttúrulega strax postað já, Latti var nú með sína eigin karakter annað en sumir og líka þetta sem ég er að leika Borat og ég bara rassin á mér en taktu smá Borat? Þetta er svona gömul synd sem ég mun aldrei Borat bara?
Jacksimaz, my name is Borat. Ok, þetta unreal, sko, ég næði þessu ekki, sko, ég get ekki. Þú voru að leiða að heyra í vegan hans. Vegan hans, hann var í sko, já, ég segi nú bara, þið bara öll að koma og taka þátt í vegan janúar, bara taka þátt. Reyndar búinn en takið þátt. Þetta vegan hans, hann svona, hann kátur, glaður og vill allir verið með. Já. Mér finnst því samt svona pínu óhreit núna eftir að hafa leikið Borat. Já, sömuleiðis, vegan hans. En Bjarni Gröfumann, hann svolítið skemmtileg. Já, þetta get allir tengt við Bjarni Gröfumann. Hann Ég þátti að hafa notað tannstöngur, hann hérna. Já, það mjög margir hérna sem þekkja típuna Bjarni Gröfumann, sko. Hann svolítið mikil kallremba. Já. Og hann sko, hann verður fúll við því þegar hann kemur og konan hans að sækja hann í vinnuna og hún ekki búin að færa sig úr bílstjórasætinu yfir í farþegasæti. Það ekki tekið eftir þessu. Jú. Þá hann fúll, sko. Þú veist, hvað í gangi hérna? Þá var hann ekki ánægður með það, sko. Og hann svona þessi, hann grófur, veist, hann ekki dánaður hérna. Fer oft út úr húsi á boxernum bara? Já, hann alltaf ber ofan. Já. Alltaf með bjór og tannstökul. Já. Og svolítið bessi við sig, sko. Já. Það minnir mig svolítið á vídeo sem ég sá sem var svona grín á YouTube sem hét A Redneck's Guide to Islam. Okay. Þú ert að skoða rosalega skrítið vídeo. Það sem maður segir, sko, hérna ef ég þýði þetta beintir úr íslensku, sko, Islam nú ekki án sín að kosta. Eitt að konur megi ekki keyra í Saudi-Arabíu sem þýðir að það engin umferðarslys í Saudi-Arabíu. Það minnir mig svolítið á hérna. Þetta svolítið Bjarni þarna, sko. Já, nákvæmlega. Þetta svona konur kunni ekki að keyra og eitthvað, sko. Já. Það tengi allir við þessa típu mér. Hann rosalega vinsæll mér, gríðalega vinsæll. Hann eiginlega topp karakterinn mér. En lendir aldrei í því sem ég hef lent í þegar þú ert að gera grín og fólk í alvörunni sammála því, tekur alvarlega og sammála það og hrósar því. Algjörlega. Þetta rétt hjá honum Bjarna. Djöfull þessi Bjarni góður, hann stendur upp fyrir það sem að sko fólk hefur ekki lent í þessu. Þetta ótrúlega furðulegt. Það eins og fólk bara sjá ekki gegnum karakterinn, vilja bara trúa því sem hann segir og segir bara já, þú veist ég er sammála Bjarna Gröfumanni. Konur ekki að kera. Ég hef aldrei vita hvernig á svara þessu fólki. Nei, einmitt, þetta náttúrulega skemmtilega samt. Já. Þetta svona mesta kikki sem það fær. Já. Ekki sammála því? Hérna, það var þegar ég var fyrst með þátt útvarpi sögu 2008. Já. 2008? Já, ég veit, það svo gamalt. Þá höfðum við svona þátt Leon C og hvað hún var í hæfileikarík og æðisleg og hvað allir Íslendingar var miklu rasistar og hún var ekki orðin stjarna. Já. Og það hringdi fullt af fólki og var með í þessu bara. Já, hún svo hæfileikarík, hún getur komið alveg 10 atkvæðamenn í 5 lína, þú veist, 5 atkvæða línu og eitthvað svona, þú veist, eins og þú nú segir og bara þeir eins og gleymskutið, þú veist og svo hérna allir með í djókinu, svo ringir einn guður alveg brjálaður sko. Ég vil ekki hafa það, nú er þið búin að vera að mæra þessa kettlingu hérna í klukkutíma og ég vil ekki hafa það þessi að kalla mig rasista, mér finnst hún bara ömurleg, skal ég bara láta ykkur vita og ég málfrelsi á Íslandi, þú ser ekkert á mig ösku illur katt sko og ég sá hennum aldrei að hann hefði verið sem sagt, við hefðum verið það að rugla þannig að hann veit að núna ef hann er að hlusta 8 árum seinna. Já, þetta náttúrulega þessi stöð, 2008 er það grínast þetta er ótrúlegt. Það er búin að vera til heil lengi. Já. Þetta er magnað. Hvenær byrjaði þú Hvenær byrjaði þú að hlusta? Já, mjög stutt síðan fór að byrja að hlusta út. Nei. Það var reynda styttra síðan að byrja. Ég bara Þetta fljótt að líða. Já, þetta fljótt að líða. Trúur í valla hversu tíminn fljótt að líða. Nei, þeir eru mjög stóri núna og það er mjög stóri núna. Það eru margir sem hlusta núna. Já. Stór base. Já. Útvarpssaga er stærra en FM 957 held ég núna. Ég held við þriðja stærsta útvarpsstöðin. Já. Það er alvöru sko. Það er alvöru. Það er veisla. Að þú er hér. Já, og ég er hérna. Stærst útvarpsstöð landsins. Talandi Leon C. Og Borat. Já. Eftir hörmun og Bjarni Gröfumann. En þeir hlusta á Flæðiskeri hér á Útvarpi Sögum, Jóhann Kristjánsson og Rökkvi Vésteinsson ásamt Hjálmari Erni Jóhannsinni. Við komum hérna rétt á eftir. Já, velkomin aftur til okkar hérna í Flæðiskeri. Þetta eru Rökkvi og Jói og hjá okkur er Snapchattarinn Hjálmar Örn Jóhannsson og við vorum aðeins að tala skítalinn rúsví og svo pick-up og hvernig maður ætti ekki að fara og læra eitthvað pick-up af því það virkar ekki. Og þá er spurningin, þurfum við ekki að segja ykkur hvað á að gera í þessu máli? Jú. Viljið þið hlusta á 2 vitleysis grínista að segja ykkur hvernig að ná ykkur konur? Rökkvi, þú ert reynda búin í sambandi mjög lengi. Já, en svo er spurningin, getum við sagt fólki hvernig á að komast í samband við góða konur eða eigum við kannski bara frekar að vera raunhæfir og láta fólki líða betur, láta mönnum líða betur með að segja hvað við erum misjafnaðir með konur? Það er líka alveg hægt sko. Það er kannski eitthvað sem við getum gert fyrir ykkur. En hvað ert þú búin að lengi með þinni? Þú ert búin að 19-20 ára eða ekki? Nei, ég er búin að vera 7 ár. 7 ár. Þannig að þú eyðilaðir alveg þennan vinkil að ég væri misjafnaður með konur. Já, reynda. En 7 ára er góð tími. Já,
Það sko margar leiðir til allir ég hef heyrt af fólki sem stundar engamál og það segir að það sé ekki alveg að virka. Ert þú á engamáli, Jón? Nei. Ekki. Ert þú single eða? Nei. Það er bara þetta er bara sögur sem ég hef heyrt. Já. Að þú fer á engamál vinnum minn það. En kannist ekki við þetta þegar maður hefur verið einhleipur að það er allir að segja manni þú verður að fara á engamál, þú verður að fara á Tinder. Ég er reyndast að við verðum að viðkynna eitt, við erum allir í sambandinu, við sitjum við verðum allir til að vera á Tinder, það væri geggjað sko. Er ekki sammála þessu? Ég bara veit það ekki. Við erum bara að svæpa í róleitum á föstudegi, komin heim eftir vinnu, vera að svæpa hægri, vinstri, nei, eitthvað svona sko. Er það ekki? Veistu það, ég er orðin svo gamall og leðilegur ég var að segja við svona danskan grínstað sem að ég var með norskri grína Nei, glætan ég að skrifa. Ég er nú forritari þannig ég er ekki að skrifa á pappinu minni. Hann er forritarar minni sem forritar forritunarsketi. Nei, en ég er orðin svo gamall sko. Ég var að segja við svona danskan grínsta sem að heitir Anders Stjernholm hann var að tala það að hann er í sjónvarpi í Danmark þannig að þetta var eins og svona sterar sko fyrir úrst að pick up konur og ég var bara að segja við hann sko, veistu það, hann er yngri en ég hann var að tala þetta med að pick up konur og allt þetta ég var að segja við hann bara, veistu það, eftir nokkur ár bara så bliver du bare ikke så lidelig som nu. Så hold du op med at tænke om det så meget. Du veist. Og ég þýði þetta frá íslensku. Já, endilega, ég skil ekki þetta þú hættir bara með aldrinum að vera svona heldur graður. Ég er eiginlega bara, þú veist, svolítið svona ég er svolítið svona orðin gamli leiðlikallin þannig að ég er bara svona, þú veist auðvitað hugsa maður ekki gifti kallmenn svona stundum, þú veist, grassið græna hinn megin ég vil vera gaman að vera einhleipur og þú veist, geta bara, þú veist, mátt, þú veist, reyna af allar konur sem eru sætar og svona ég hugsa svolítið bara, ég myndi ekki nenna þessu vísenni maður. Nei, ég skil þig. Að þú veist, vera eitthvað að, þú veist, SMS-a eða tala á Facebook og ætli þetta er samt orðið miklu auðveldar í dag, sko. En það var bara fyrir 7 árum síðan. Í dag er þetta komið Tinder, það komið Facebook, það komið Snapchat, það búið auðvelda bara félagsvænum mönnum, bara fullt. Það er enda rétt. Það er engin afsökun til að gangi ekki út í dag, sko. Nei. Svo þegar spurningi kemur, sko, fyrir þessa félagsvænu Já, hittast að kaffúsi Nei, sko Það er að setja þetta staðgengil í staðin það er rétt sko. Það er mjög gott Sko, þeir sem eru félagsvænin, þeir kannski myndu bjóða þegar rúndin eitthvað slíkt, sko Já Þá náttúrulega fær konan þá hugmynda að þetta sé bara eitthvað creepy, sko Að bjóða einhverjum rúndin, það er ekki málið, sko Það er rúnda að fara upp í Heiðmörk Já, þeir eru 1-2 í bíl það hljómar ekki vel, sko Það er eitthvað Ekki svona fyrsta skipti Það er ekki svona fyrsta skipti, ég get ekki meldt með því En ég get sagt ykkur eitt, ég á mjög flottan vinahóp mjög fallegan vinahóp og flottið strákar og svona og við fórum oft út að skemmta okkur vorum að skemmta okkur og svona og svo vorum við hérna kannski inn á okkur skemmtistað og við stóðum allir saman og eitt félag minn stendur hann upp í vegg og svona og ég stend með honum og það kemur stelpa labbandi upp á honum og ég er búin að vera þarna nákvæmlega sama stað á hann og kemur stelpa labbandi upp á honum og hún segir, heyrðu, hérna vá, þú ert alveg svo Brad Pitt og tekur hann og labba með hann heim og ég stend eftir og ég er hann að stenda hana, svo kemur stelpa labbandi til mín og ég ger, þú veist, eins og mann gera sig upp og spenna út kassan og gera allt reddi, sko sett smá spray á mig, smá ylvatsi með vasanum sem hún lauma inn á skemmtstæðin herðu, og hún kemur og labbar upp og segir, er þetta alveg svo Dr. Gunni það var að næsta síðan á því í svona pick-upi og spurðu þig svo neytendaráð hvað er óttast að kaupa sápu það er með þetta lag sem að gafst það út þetta er bara misjætt menn verða bara, þú veist, ég held að galdurinn í þessu sem hún sagði á hann, það er að vera þeir sjálfur bara. Já, það er bara að reyna að vera ekki eitthvað þú annað en þú ert og bara, þú veist, ef að það eru svo margir, sko, mér veist ég oft heyra svo gaur að grenja yfir því að konur eru svo grunnhyggnar og þær vilja bara einhverja gaura sem lítur út þessu Brad Pitt og alltaf þegar ég kem með eitthvað og fæ símen þá eru bara búin að gefa upp eitthvað símen á mér einhverjum pólverja og svo ringi ég hann og þá er þetta eitthvað Boris á klósettinu eitthvað svona væl, sko en málið er að, þú veist gæti kannski verið að þú sért bara að reyna við stelpur sem eru bara alltaf flottar með þig já, það getur líka verið þú veist að þær eru grunnhyggnar, þú ekki bara grunnhyggin hvernig, sem dæmi eins og þið, hvernig kynntist þið konum ykkar eins og þú Rökkvi mitt var nú bara svindl og heppni hvernig þá? Hérna, hún leigði hjá mér aha, það er gamla leigjanda triksi er ekki betra bara að búi hjá mér og borgin ynga leigu ég fekk þetta bara upp í hendurna, sko það var bara auðvelt en þú Jón, hvernig var það þér? Það var eitthvað mjög sérstætt, sko það er mjög flókið að útskýra það, sko ég kynnti stelpu bara svona, minn konu sem við spjöllum saman svona oft svo báði mér að koma með svo djammið og það var alltaf leið með það og hérna, hún var ná að vinna einhverju svona kirkju svona einhver með hjálpari eitthvað
og sagði við mig, heyrðu, ég er nú ekki alveg búinn en farðu og sæktu vin minn sem ætla að fara frá með okkur á tjámið og þið bara keyrið og svo sækjum við eftir og ég fór að sækja hann strák, þekkt hann ekki neitt og meðan við keyrið fær hann SMS frá annara vinkonu sinni og spyr hvort við getum ekki sótt hann og fara með hann rúndi líka og þetta endaði sem þannig að ég fór ekki á tjámið, ég fór með þessara stelpur rúndin Nei, þessar nummer 2 þetta? Já, þannig að hún er kona mín í dag En hvað var hérna? Meðhjálparinn í kirkjunni? Ég veit það ekki Nei, hún er alveg sama Þetta er svakaleg saga, þetta er bara bíómynd Þetta er svona hver tilvíðin á fætur annari Já Ég reyndar mér til tekna Þá stal ég konni minni af þýsku manni Nei Jú 1-0 fyrir Ísland sko Já Hún átti mann í Þýskalandi Já, hún var ekki gift en hún var gerast í Þýskalandi þegar hún leiði hjá mér Öll kannski þar er það? Nei Hann átti að koma til Íslands og flytja til Íslands Nú fær ég það rökkvi Nú hætti að minna að tala um bóratskíl og fara að tala um rökkva hjónadi Já, einmitt Þú ert rosalega rökkvi Ég er svolítið stoltur af þessu 7 ára síðan, eitt þjóðveri sittur dabur ennþá í Þýskalandi Ég fekk hann í svona friend suggestion svona uppástungur fyrir vini á Facebook Veist hvað það þýðir? Þá er hann að skoða þig sko Það gæti, mér finnst það ekki ég myndi líka skoða mann sem hefur stólið konuna mér sko. En málið er ég var ekki að íta á eitthvað að frend eitthvað bara svona Halló, ich bin der Mann der deine Frau weggeklaut hat Nákvæmlega, þú talar líka reynda sko hvað, veistu, þetta er annað tungumáli sem talar þetta, þriðja Hvað talar mörg tungumál? Ég talar 5 tungumál 5 tungumál Jag kan också prata lite svenska Já Þetta er magna Þetta er ótrúlegt Jón, þú talar hvað? Ég talar svona 3 Hvað er ég bara svo eini sem er bara með 2 hérna, bara íslensku og ensku Það er rosalegt, það er allir komið þristinn í dag Þetta eigur náttúrulega líkunar á að finna sér konur líka Já, reyndar Að geta tala fyrir tungumál Algjörlega Og ef þú ert tvíkynhneigður þá eigur það líka líkunar En nú er ég bara að tala um svona almenn ráð sko, sem eru bara svona tölfræðileg Nú ef að rökkum fyrir að læra eitthvað fleiri tungumál þá fær konuna að kunna gresku Já Herðu, okkur þetta að læra hérna kínversku Flúendi kínversku Þetta er ekki lært fleiri sko síðan En það er fössari strákar Já, það er rétt nákvæmlega Og hvað á að gera á svona helgina? Hvað er svona Já, þýska konur, hún ræður því alveg Já, þýska konur, þær ráða þess alveg Ef þú ert í sambandi þýska konur, þá ráða þær Það er bara þannig Ég veit það, þess vegna þarf ég ekki að skilja konur Ég þarf bara að skilja fyrirmæli og skipanir Þetta er ógeðslega einfalt Ég þurfti ekki að hafa neitt fyrir þessu Þetta er þýska kona, hún legði hjá mér Hún, þú veist, bara fjallin í gildru Og svo bara segir hún bara hvernig þetta á að vera og ég hlýði En eru þið rómantískir? Eru þið að viðhalda sambandin alltaf einhver rómantíka? Nei Ég vissi það, ég vona að konan mín sé ekki að hlusta á þetta Því að ég skulda svo mikið í þeim efnum okay. Já, og svo að þetta ef ég hlýtt henni sko þá væri ég örugglega ekki hérna með þátt út af sögu eða uppistandast eða hleypa sem bórat eða neitt þannig að þetta er kannski pínuvíkt Já, ég hef heyrt símtölun ykkar á milli sko okay. Þau eru svolítið svakaleg Þau eru grimm Já, sérstaklega rökkvahálfu En að reyna svona, þú veist, en það virkar ekki Nei Ég vona að enginn í minni fjörsýti sé að hlusta á þetta Nei Já, þetta er alveg Hjálmar, segðu einhverja pínlega sögu af þér Taktu nú fallið Já, ég er enda sko Ég get sagt En hvernig fékkst þú þína konu? Já, það er enda Þú skuldar sögu Já, ég skulda eina sögu þannig Málið það var mjög fallið Þú flæktist ekki hárna þér Það var bara vinkona mín sem sagt, mjög góð vinkona mín sem að hérna kynnti mér fyrir þessari stelpu Þetta var bara svona alveg old school og hún kom bara og sótt okkur og fórum á double date sem einhvern veginn að date annars strák fórum á double date og við fórum hana út og svo bara, þú veist, svo var það bara þannig að ég þurfti actually svolítið að hafa fyrir þessu líka sko. Ég þurfti að date hana mér varst það mjög gott sko ég þurfti að fara með henni og við fórum á pubbaröld einu sinni og svo fórum við svona að borða og svo, veist, þetta var svona alveg svona process í þessu sko. En veistu það, ég er kannski gamaldags en mér finnst það rosalega frábært og ég hef svona stundum mistað af einhverjum stelpum af því að þær vildu svona Ertu ennþá að sirkjaði sem þú mistir af það? Nei, nefnilega ekki Ég skal segja frá því betur og eftir En málið er að það eru oft einhverja stelpur svona reynt kannski svolítið aggressíft við mig og ég var bara svona gamaldags, ég líka sér bara kynnast þeim fyrst þú veist, þú veit að hvort að verða að tala við þær og eitthvað, og þá missaður oft áhugan sko, ef að þú veist, fylgir ekki eftir að minnstu kosti jafn sterkt og þær og svona sá maður kannski eftir þessu bara ég klúðraði þessu, en málið er að þú veist, ef maður hefði haft eitthvað svona alvöru áhuga þá hefði maður ekkert klúðraði þessu þá hefði maður nefnilega gripið tækifæri sko. En í dag er það líka þannig að sem sagt,
fólk getur séð allt þig á Facebook, það getur googlað þig, hann lærir svo hratt þig sko. Hann lærir svo hratt karakterinn, já ok, hann þarna, já þekki þennan, okkur þekkir þennan, þú veist á Facebook, ringir í hann, hvernig þekkist þið? Þetta sko, það bara búm. Já, svo líka sko eitt, svo ertu bara að kynast ykkur í og ætlar að fara að kynna tengdafóldurinnum og þú gefur ég ætla að kynna ykkur, Margrét, ég veit, við erum búin að tala saman á Facebook þig. Einmitt, akkurat, þetta bara gerir svona sko. Já, mamman búin að vara við, þú veist, hann ekki sóði. Já, hann setur sokkana, þú veist. Já. Einmitt. Hvað svona mest ykkar svona sambandsgalli, hvað myndið þið segja? Ég náttúrulega óþólandi einhverfur, ég fæ hlut á heilan og leikandi alls konar karakter heima hjá mér við mataborðið, þú veist, og þannig að konan mín brjálast, bara Rökkvi, þú ert ekki feitur svertingi, hættu þessu og ég bara eitthvað, hey gonna come talk to me about money laundering in West Baltimore, shit og eitthvað svona bara endalaust með eitthvað svona líka ít þetta púpú-gaurinn frá Uganda og bara, and then they eat þetta púpú all over the place eitthvað, og bara, Rökkvi, við erum að borða hérna ég er alveg óþólandi þú kannt ekki koma með þetta réttu moment, þetta bara kemur Já, þetta bara flæður úr mér sko. Ég þarf bara útrás. Svo spontant. Já. En þú Jón, hvað þannig þitt? Já, ég bara Kallremman. Já, Kallremman, gamla góða Kallremman. Bjarni Gröfumaður sko. Bjarni Gröfumaður. Já. Þess vegna líður alltaf svo vel þegar ég horfa að snappi á þeir og ég sé Bjarni Gröfumaður, þá veit ég einhverju verri en ég sko. En þurfum ekki allir að koma með eina af því að við getum kannski ekki gefið mjög ráða því að við römbuðum allir á okkar konur á okkur heppni. Verðum ekki að koma með eina sögu hver af einhverju svona ömurlega mísefnuð sem við höfum gert í hverjum málum. Ég veit að þú ert með eina, mér langar að heyra hana og þú verður að segja hana. Ég er með miklu fleiri en eina. Já, komdu með þessa gúrmi þarna frá Grænlandi. Þú sagðir Grænland. Já, komdu með þetta er svakalegt. Ég hef bara heyrt sögur af þessu sko. Ég og Jói erum búin að vera með þátt lauslæti og ná að tala ekki Grænland. Við erum búin að vera með þátt menningamenn og Grænland og ná að tala ekki lauslæti. Og þarna neglir mig. Já, þú verður að koma með þetta. Það er allir hlustundir út að bíða eftir þessu sko. Nei, veistu það, ég ætla að segja ykkur svolítið mjög pínlegt sem gerist ekki á Grænlandi. Okay. Og tengist Grænlandi svona? Nei, þú verður að tengja Grænlandi sko. Ég einu sinni, ég held að mitt ömurlegasta klúður í kvennamálum nokkuð tíman sé að þegar ég byrði Montreal það var svona eldri konu en ég og ég var alltaf rosa spenntur fyrir svona eldri konum mér varst eitthvað svona ógeðslega flott við það eldri kona vildi vera með mér svona flott, hávaksin grönn eldri kona, svona glæsileg kona svona kvennmaður, svona lady og hún var svona svolítið að sína mér áhuga og þá voru allir að segja eitthvað hey, Rökkvi, you like older women? Hvað varstu að kalla hann úti? Rökkvi, ok all the signs are there, why don't you go for it og ég er svo svona all the signs are there ég er samt svo mikið svona, þú veist, ég vil kynnast konu og þetta sko þú ert old school og já, ég er ekki svona, þú veist ég veiði maður til að veiða sko, ég er svona bara dorgari já, ég er svona sem kannski, ég vil vita hvort að við getum talað saman á hann við byrjum saman það er kannski svona ópraktist að byrja með hann og fatta svo að, þú veist, bara, ég veit ekki allavega hana þá sem sagt þá endraði ég að hún er blindfull við erum með hann Homma Karaoke bar í Montreal og hún er að predika við mér hvað ég sé ömurleg með konur af því þú er ekki neitt og þú er ekki að grípa gæsina og hún segir, sko Rökkvi, þú verður bara að ganga í þetta þú ert svo hikandi og þú er ekki neitt og ég þá ætla bara, já ok tökum þetta bara að vera cool og segi, ert þú að tala almennt eða þetta augnablik og þú veist, þá kemur þetta moment sem á að gerast þá segir hún, þú verður bara að, þú veist gera það sem þú þarf að gera en svo ítir hún mér og ég sit á svona stól og halla og hún hrindir mér og ég dett á raskandi og bara ég dett á raskandi og lá flatur hana og ég sá ekkert comeback til að hoppa upp og kissa hann eða neitt þannig að þetta var bara ónýtt og farið og kom aldrei aftur já og svo byrjaði hann að setja með vinum mínum Nei, og allt saman Jú, það endaði einhverju leiðinda drama reyndar þannig að kannski var ég bara eins og maður segir dodge the bullet Já, ég er heppinn sko, má segja það Velgiftur í dag Já, ég er velgiftur í dag og það var kannski veistu það var kannski ágætt að ég skildi ekki byrja með þessari konu af því ég byrjaði síðan setna með annari konu í sama vinahóp í Montreal það var ekkert að hafa ekkert þá fólki En hún var 17 árum eldri en ég sko. Nei Ég var 28 og hún var 43 Nei, 45 Vá Þetta er rosalegt Hún var flott með hún var mjög flott Þú ert sambandskall eða svona þú veist gott að það er í sambandi Ég allavega er ekki óanað núna sko. Nei, þú veist það er sumir sem vilja bara vera eini sko. Veistu það samt að ég held að svolítið málið
að geta verið í sambandi djúvillir, já, hljóma eins og bilu, plötu, klísja en þú veist ég hata að segja þetta, en þú veist þú verður eiginlega að vera sáttur við sjálfan þig fyrst sko. Fyrst þarf það að meika sjálfan þig og ég var alltaf svona desbónglingur, ég var ógeðslega lúsir í kvennamálum, alveg ógeðslega lengi og hérna alveg þvílíkur og klúðraði alveg ógeðslega hlutunum og svo fór ég svona alltaf að klúðra svona aðeins vægar og svo fór ég bara svona koma út á nóli og svo, já, þetta var svona bara lína hjá mér og svo fór ég bara... Hvernig heldur að væri í dag þá? Ef við varum allir á lausu í dag og færum bara út þarna, heldur við værum ekki bara miklu svona miklu rólegri, gefa þessu öllu séns og bara leifa þess að ráðast og svona í staðan fyrir að gamla góða panikinu eins og allir voru inn í gamla dag það er nefnilega málið, þessi klísja að þegar þú leitar ekki þá finnur þú er sönn af því að þegar þú ert alltaf að leita þá ert alltaf að reyna að pinna einhverjar konur einhvern hlutur sem þú ert búin að ákvæða fyrir þér þetta er kona fyrir mig, þú veist og þú sér einhverja konu, hún er svolítið myndaleg og hún er svolítið skemmtileg, ég ætla að ná þessari þú veist, ertu ekki að spá eitthvað bara, eigum við saman er neisti, eitthvað, fyrir að reyna við hana engin neisti, þú veist, og klúðrar ég fann það einmitt með kæristum minn núna sko. það er bara, þú veist, maður finnur þegar þetta er bara þú veist, þetta er bara hún, sko, þetta er bara hinn eina sanna sko. maður svona, bara sko, það var málum með mig, ég var svona lúser í kvennamálum, og svo var ég einu sambandi sem var frekar lélegt og endaði en þá var ég alveg lengi mörg ára eiginlega bara hálf sáttur við að vera bara sjálfur fatta það bara, þú veist, þú þarft ekki endilega verið í sambandi og ég byrjaði ekki inn í alveg sambandi fyrir 28 ára það er bara svo leiðis það er líka bara ágætt nákvæmlega ég man líka, þú veist, þegar ég var á þessum tíma sem við áttu vini sem allir bara, hvernig finnst þessi gælu, hvernig finnst þessu bara, getum við ekki bara að spjalla saman getum við ekki bara hist spjalla stelpunar og hætt þessu veiðmennsku já, nákvæmlega og þá kom upp úrslangan ef ekki fara næst á homabar homabar í Kargi og láta hrinda sér á raskati þetta er svakalegt það er oftast mesta stuði samt á þessum homabörum ég var að kíkja í þar síðustu helgi það er svakaleg stemming á svona börum svakaleg stemming sko. Góð lög, allir dansandi, allir hessir en sko, Hjálmar, ekki reyna að tala út þessu ég er búin að segja eina hallægs mismunna sögum sem er mjög vond nú kemur þú með þína sko, málega það að ég, svo sem hann var að segja já, ég var að segja á hann það var allir hessir já, það var ræðilegt þegar ég var tekinn hérna Dr. Gunnardæmi, það var alveg hryllingu sko. Og þú veist, að langar öllum að vera líkt við einhverja kvikmyndastjörnu sko. Ég með fullir vinni fyrir Dr. Gunnar sem er algjör meistari sko. En þá er þetta náttúrulega ekkit maður sem vilt vera líkt við sko. Ekki sem kyntákn. Nei, þú vilt vera, þú veist, ég vil eitthvað sköllótta með skegg, hver sköllótta með skegg á kyntákn, vitið það? Bróðinn? Býttu nú við. Já, bróður minn, hann reyndar ekkit með mikið skegg. Já, talum hérna Jóhann, hann reyndar ekki bróður minn, taka það fram að Jóhann Jóhannsson hérna Golden Globe Óskarsverðunar hann er ekki bróður minn. Býttu, það er miskilningur. Já, vá. En það er samt mjög flottur, þú veist, ég setti það samt inn sko, sem er langar hans í bróður minn. Já, svoleiðis. En hann er það ekki. Já, ok. Þannig. Skamjói. Þannig ég kannski aldrei átt að... Þú náður að plata mig. Já, ég náður að plata nokkra. Já. En allavega, það er, þú veist, það sem mann langar til að vera, sko, þú veist, líkt við ykkur svona. Já, ok, þú sleppur, þú ert búin að segja eina. Hún var bara ekki eins vond og mín, sko. Jói er eftir. Nærðu, Jói. Það er komið auðvilsingum. Nei, við getum ekki píntan heldur í það. Ég bara man ekki eftir. Nei, maður er líka top of the mind þar, maður er búin að gleyma þessum man ekki eftir inni sko. Við náttúrulega, hérna, Hjálmar erum náttúrulega grínistar af ástæðum við höfum lent í svo miklu pínlu og við þurfum bara að fá pening fyrir að segja frá því. Við erum fullir að sásöka sko. Jú, ég man eftir einu, það var hérna einhvern tíðan þá ætlaði við okkur að sleppa heim var að voða kósi sko. Bara fórum út að borða og svo heim og áttum kött? Ég. Já, þú? Okay. Og hérna svo þá bjó ég hjá mamma og pappa og opnaði bara herbergið og þá var kötturinn búin að vera með niðurgang út allt herbyggi. Það var mjög skemmt. Það er mjög ógeðslegt. Já. Og svo sagði ég, getur þú hjálpað mér að þrífa þetta? Það var ekki góð. Nei, Jói minn. Jói, þetta er fyrir topp 5. Já. Þetta er topp 5 vestu sögur. Já. Að hvenna málum. Þetta er rosalegt. Þið með endilega hérna kíkja á ég var heppin að sleppa með því sko að hún fór út en landi mig ekki. Já. Ég var heppin. Absolutt. Já. En þið með endilega kíkja á Facebook síðan okkar Flæðisgerið og kjósa hver af okkur átti vestu söguna. Já, ég til í það. Ef að ég vinn ekki þá ætla ég að reyna að segja verri sögu næst. Já.
Já, þú átt svo margar. Ég á svo margar vondar sögur. Hann hafsjóra lélugur á vondum sögur. Hefur gert svo margt pínlegt. Þess vegna ætti ég líka kannski að kenna svona gaurum sem eru í vandræði með konur af því að líðið allavega eins og ég segi, láta þeim líða betur með því að einhver sé verri en þeir. Það fullt af peningi þessu Já, nákvæmlega. Þú getur allavega sagt allar þínar sögur, þá veit það hvernig það ekki að gera. Já. Líka það sem hefnust. Já. Líka látið þeim sem að gengur illa líða betur með það, þeir eru það safna reynslu strákar, hver einasta kvala full höfnun og pínlegheit fer í reynslubankan. Sjáu þér eitthvað? Já, þeir getur ekki gert eitt meira pínlegt, þá hljótaður ambon á eitt svona sem virkast. Já, algjörlega. Þannig það bara. En sko, svo er þetta ekki spurning taktík, sumir eru alltaf þykjastur einhverju aðrir eru. Jú, það er klassíst sko. En þú getur alltaf gripið í það sko, eða er eitthvað svona í gangi milli þín og konunar, einhver svona rífildi, þá breytir þau bara í vegan hans. Já, ég get gert það. Það sem ég hef gert, þegar ég þarf að gera eitthvað heima, þá fer ég bara í Bjarna Gröfumann. Hann vinnur hlutina sko, hann gengur hlutina og gerir það sko. Hann gerir við, skrúar, ljós og allt þetta sko. Já. Hann bara gerir hlutina sko. Auðvitað. Og verður á hann tannstökur í munnin og bara, beint í þetta sko. Þið getið séð þetta allt hérna, ég ætla að fá að plugga þetta einu sinni hlustundur eða lagi. Hjalmar Örn 110 á snappinu, endilega aðið mér. Já, þetta er mjög skemmtilegt. Það verður mikið að gera helgina sko, gríðarlega mikið að gera helgina. Já, fá að sjá vegan hans? Já, allir, vegan hans og Halli Hipster og Bjarni Gröfumaður. Alveg, ég mæði honum. Hvernig var hann aftur? Halli Hipster, Halli Hipster er sko, hann er bara þessi alveg basic hipster, íslenski hipster sko. Hann drekkur bjór sem enginn drekkur. Engin finnur hvergi meira að segja sko, hann er fötur sem hann keypti á okkur markaði í Frakklandi, þetta er allt svona sem bara einn hattu var búin til, þetta er svona, það er Halli Hipster sko, hann er alltaf aðeins svo cool fyrir alla hinna sko, hann hlustar á hljónsutur á Airwaves sem engin annar hlustar á, skilur, hann er þarna sko, þeir tengið þessa típu, það ekki? Jú, maður þekkir alltaf eitt svona í vinnu. Eitt svona í vinnu, já, einmitt. Það er okkar málið sko. Já. Ég segi það. Þið eru magnaðir okkar. En flæðiskerið, það er bara endar unnið. Já, og þessi þáttur var í boði uppistand.is